Sælveriði og verið velkomin í Flugusmiðjuna. Ég var hér. Í þetta skipti ætlum við að nýta flugu sem við ættum að vera búin að nýta fyrir löngu. Þannig séð. Það er nóg að gera, það er verið að biðja endalaust flugur og það er yfir 30 flugur pending, eins og við segjum. En þetta er flugan Mobuto. Við erum að nota Semperfly, svartan nanosilk númer 50D. Við erum að nota krók í þetta sem er bara Arex Traditional Nymph númer 12. Má nýta þetta alveg niður í 16 ef við nennum því. Búkurinn á þessu, það er vínilrib, svart vínilrib, svo er bara svart ull í döbbið og svo er hvítt hérna, ég sýni ykkur á þetta í vængstubin, hvítt hérna Anton. Við klippum endan á vínilribinu þessi svona til þess að þessi auðveldar að ná því hérna niður. Nýtum við þetta svona niður. Það eru nokkrir búin að nýta Mobuto flugur hérna á Íslandi. Og sem ég segja bara það sem er með vínilribi og svart, það er bara Mobuto. Það er alveg að fallast á það. Jón Sigurðsson nýtti Mobuto sem ég áttir að nýta, sem er aldrei verið birt. Það er Einar Páll Garðarsson er skráðið fyrir Mobuto eins og við erum að nýta hérna í Veiðiflugur Íslands. Og svo er Skúli nokkur Kristins skráðið fyrir Mobuto inn á vefnum fos.is. Þannig að margur vildi hafa Lilju kveðið eins og það stendur, en það ekki skrítið, en það geggjufluga. Svo er til fluga sem heitir Bjarni Svarti. Ég man ekki eftir, ég bara ekki kláraði, ég óskaði nú eftir að einhver kemur með höfundin á Bjarna hérna árið þegar ég setti hana í spilun á Rásinni, en það hefur enginn gefið sér fram ennþá. En Bjarni Svarti er bara Mobuto, típa Mobuto. Þá festum við þetta niður svona og klippum þetta í burtu, það er að segja vínilribið. Næst í röðinu á þessu er svart döbb og ég ætla bara að nota klassíska íslenska ull í döbbi. Það má nota hvaða döbb sem er með, svartan sel, bara það sem er í rauninni sem að passar í kragan á þessari flugu. Rífum þetta aðeins til hérna. Það er til miklu betra döbbingar með heldur en ullin, en hún er bara hérna við hendina næst. Við byrjum bara smátt, það getur verið þetta dugi. Kemur þessi fínu kragi með sínast en það duga bara. Og látum að duga. Svo að þetta er ull, þá er ekki það að snirta þetta svona til. Og hann á neðan. Þetta er bætt hérna smá slumið til að setja í miðuna. Svo koma stubbarnir, hann var alltaf að kalla þetta vængi. Þetta eru smá svona angar. Mesta sem ég veit á Mobuto flugur eru bara á Bjarna Svarta, sko. Og ég hef alveg mókveitt á hann. Ingi vinur minn og viðfélagi. Hann er mjög mikill Bjarna Svarta maður. Ergo Mobuto maður. Þá erum við komin með kragan á, við náttúrulega bara zooma okkur hérna aðeins inn, þannig að við sjáum hvað gera betur hérna. Þá erum við með, svona Antron, það má vera hvítt pólían, hvað sem, bara eitthvað hvítt. Og þetta eru sára einfalt, við ætlum að setja vængstubban á hana. Þá er einfaldast að taka úr Antroninu svona bita, setja fluguna hérna á hlið og festa Antoninu niður þannig á þeirri einföldu ástæðu
Það er betra að eiga við það þannig. Og þetta kemur alltaf til með að standa þess út. Svo klippum við þetta bara hérna. Þetta er bara svona sko. Og klippum svo hérna framan af þessu í framhaldinu. Þannig þetta eru bara smá stubbar sem standa út úr flugunni. Og þetta er ótrúlega veiðin fluga. Vorin, bleikju. Og það er ekki það, við reyðum fyrir þetta líka. Eða hann er þannig gýr. Svo kemur hinn vængstubburinn hérna mín megin. Og þetta eins og sem þetta á ekki að vera stórt, þetta á bara að vera rétt svona smit eins og maður segir af væng. Svo búum við til hausa og næða framan. Og klippum þennan væng í sömu lengd. Og sjáum við að snirta hausinn á hann aðeins. Hann er ekki ofpakkaður en hann alveg fer að verða það. Þannig að þá fyrir við bara að henda hérna og loka hnútum á þetta. Vængstubbana getið þið svo nýtt með, bara má vera fjaðurstubbur, bara eitthvað sem er hvítt eða grátt og sker sig úr svarta litnum. Þetta er alveg ævintýralega sterk fluga. Tökum einn út hérna á þetta í viðbót. Þá erum við góð í bili. Þá er ekkert annað að gera en að sappa þetta bara með ljósinu. Mæli með að nýtið eitthvað í líkingu við þetta og prófið þetta í vor. Þetta er, ég vil segja ykkur að þetta mun koma okkur á óvart ef aðstæðurnar eru rétt að þá er hann alveg vitlaus í þetta. Svo er bara að lakka þetta allan hringinn. Sýnist að með snirta vænginn hérna. Ykkar megin, hann er full, heyriði það, full langur. Hann er styttir hérna hjá mér, séu við. Og þessi stubbar eiga bara að vera alveg agnar smáir. Svona, og nota jafnir. Og við erum að sappa, þess að ég nota Solaris Bone Cure í þetta til að lakka, þetta er mjög skemmtilegt efni. Og svo er bara steypa þetta með auðafljósuna. Og nýta fleiri fyrir sumarið, geggjufluga og bútu. Mæli með að eiga þetta í bóksinu. En þangað til næst þá bara, eins og ég segjum, ég þakka fyrir áhorf, við sjáum þess að gott í næsta vídeo. Munið að gerast áskrifendur, þetta læka á vídeóið og fylgja rásinni. Takk fyrir.